Við kynnum hér Gróu byltingu á matarvenjum barna. Í dag elda einungis 30% af leikskólum í Reykjavík matinn á staðnum. Flestir fá hann sendan langa leið, eldaðan eða hálfeldaðan og matarsóun líka mikið vandamál því ekki er hægt að nýta afgangana. Svo er líka of mikið af gjörugum matvælum og aukaefnum í matnum. Þó vil ég nefna það að hafa matráð ekki sama sem merkir milli þess að hafa hollan og fjölbreyttan mat. Því matráð skortir oft menntun í matreiðslu og næringarfræði. En matarvenjur mótast hvað mest frá því að barnið er kynnt föst fæða til ca. 6 ára. Og það má segja að leikskólinn gegni veigamiklu hlutverki í að kynna mat fyrir börnum. Það vantar ekki stefnur í matarmálum, heldur vantar stuðning til að framkvæma. Hvernig framtíð viljum við? Okkar framlag er Gróa matarvefur fyrir leikskóla. Hugmyndafræðin sem Gróa byggir á er að taka matinn meira í sundur svo hægt sé að nýta afgangshráefni lengur sem hráefni, ekki bara sem matarafgang. Með þessar aðferð er líka auðveldara að passa upp á sérfæði og ofnæmi og líka gott fyrir matvænd börn. Hugmyndafræðin byggir líka á því að sé markvisst verið að kynna fjölbreyttan og hollan mat fyrir börnum með til dæmis smakki vikunar og fjölbreyttum uppskriftum. Matráðar fá þau tæki og tól sem geta aðstoðað þá við störf þeirra, eins og hollar og fjölbreyttar uppskriftir, ráð til að straumlínulaga eldhúsið, framleiðsluhugmyndir og fleira. Efni fyrir kennara snýst að tengja eldhúsið meira við starfið og gefa börnunum tækifæri til að kynnast matnum betur og læra til dæmis hvaðan hann kemur. Til dæmis með merkingum og með því að kynna einn ávöxt og einn grænmeti í hverju viku. Og svo eru bara auk þess ýmsar hugmyndir, fræðsla og fleira. Ég heiti Petrína og er leikskólastjóri. Hér með mér er Dóra sem er matreiðslumeistari, kennari og formaður Slow Food á Íslandi. Fanný Kristín Maríudóttir, fyrrum leikskólastjóri, hefur einnig verið okkar bakhjarl. Næstu skref hjá okkur er að sækja leyfi til að hefja tilraunaverkefni í leikskólum Ævintýraborg Veggilsgötu, bæta í teymið og sækja styrki. Við fögnum öllum sem vilja hjálpa okkur að gera þetta veruleika. Takk fyrir.